Já, á föstudaginn lagði Hafrannsóknastofnun til sína veiðiráðgjöf sem að á árum áður var ein af stærstu fréttum ársins en það skiptir þetta fegnarlega miklu máli hvað við mögum veiða mikið af fisk og kannski ekki síst þorski. En það fyrir orðið lítið fyrir þessum fréttum og lítill áhugi. Þetta er eiginlega eins og fréttatilýning sem er birt á vefmiðlunum og sem að ýtist síðan fljótlega niður. En til að ræða ráðgjöfina er hingað kominn Jón Kristjánsson fiskifræðingur, fastagestur þáttarins. Þetta er velkomin. Takk. Já. Hvað segir þetta með að það var deilt þetta allt sumarið í gamla daga svo kvöldum? Já. Þetta er svo gríðarlegir hagsmunir sem þarna eru. Já, og það var, menn voru ekkit sammála þessa ráðgjöf og yfirleitt hérna áður fyrr. Já. Það var, bendist yfirleitt allt í því að skera niður og draga úr afla og svona. Menn voru ósáttir með það, bæði skipstjórar, sjómenn og ekki síst fréttamenn og þá voru starfandi hér fréttamenn sem höfðu vit á sjávarútvegi og voru hjá blöðum og útvarpi. Svo dregur hægt og hægt útvarpi úr þessu og þeir eru nú farnir, sumir eru dánir og aðrir eru farin til annarra starfa. Það var þáttur í útvarpinu sem að hét Auðlindin á sínum tíma, sem að kallaði svona slór þátturinn. Þá var farið út land og menn spurðir og hringt og allir fengið að tjá sína skoðanir og svolítið krítiskur þáttur, öllum hleypt inn. Svo fór að draga úr þessu og hann var lagður niður í hagræðingarskyni að sagt var. Í stjórnandinn held ég Jóhann Hauksson á sín tíma, hann var fluttur til Akureyrar og það var svona eitt og annað og svo hafa menn bara farið út úr þessu og það eru engir ennþá. En þegar að Hafrannsóknastofnun opinberaði sína ráðgjöf þá er haldinn blaðamannafundur og þá var oft fullur salur. Varst þú þarna núna á föstudaginn? Ég var þarna núna á föstudaginn, já. Og engin blaðamaður? Ég var ekki var við að neitt blaðamaður væri að spurja spurninga með þess og það var þarna sjónvarp aðeins en það var ekkit spurt neitt. Mér sýndist flestir eða mjög margir koma bara af starfsmönnum stofnunarinnar. Þarna var sagt að þarna væru ef menn vildi spurja þá væri þarna sérfræðingar í öllum þessum tegundum sem væri þarna. Þannig að áheyrnin var mönnuð af starfsmönnum. Stóran hluta. En ráðgjöfin núna, hún er eiginlega, það er bara óbreytt. Aðeins meira vísu. Já, en þetta er meira minna same old eins og þetta. Þetta er, verið að tala með 1% ráðgjöf verið að tala með, kalla það einhverju aukningu og láta það standa á enda á 577 tonn eitthvað svona. Það er ekkert verið að rúnna af. Nú annað, eina stóra aukningin sem að kemur þarna er í karfa, gullkarfa. Þrátt fyrir það að stofnin sé á niðurleið. Þeir segja það að stofnin sé á niðurleið og byggja það sjálfsagt á einhverjum ungviðis rannsóknum, nýliðuna rannsóknum. En hann er á niðurleið vegna þess að reiknireglunni var breytt í stofnmati. Það er að segja að það var tekið tillit til fleiri þátta eins og hrygningar, aldurs eða fekk nú ekki nákvæma útskýring á því og þetta kom frá ISIS, þessi breyting. Og þá sem er ekki hryðjuverkasamtökin ISIS heldur Hafrannsóknar batteríið. Hafrannsóknar batteríið Evrópusambandsins. Og þeir ráðlögðu 25% aukningu, þannig að hefur allt í einu má veiða miklu meira þó að stofnin sé á niðurleið og það er svona svolítil mótsagnir því. En gott og vel, það er allt í lagi að veiða meira, ég er nú fylgjandi því, en ég sá þá í fleiri tilvikum, þá var vitnaði það að ISIS hefði breytt reiknireglunni. Það er engin líffræði þessu. Það er ennþá 20% sóknarþungi og það mun aldrei vera hægt að auka þorskafla með 20% sóknarþunga því áður þá var hann upp í 40% og til þess að ná gömlu tölunni þá þyrfti að tvöfalda sóknarþunga. En það náttúrulega myndi rústa ýmsu, eins og þú veist. En þú hefur gagnrýnt þessa ráðgjöf og ekki kannski út frá því hvaða tölu þeir velja hvert ári fyrir sig heldur að hugmyndafræðin og grunnforsetunar á baku þetta séu bara standist ekki. Já, og bara líffræði þekkingin og líffræði
það verður nú að fara eftir náttúrulegumálum og það er bara ekki gert, það er bara letið í tölvurnar og það er búið að gleyma öllu því sem gerðist fyrir tölvuöld. Þá voru menn miklu meira í líffræðið þöngum og voru að spekulir í því. Jón Jónsson skrifaði til dæmis grein það 1965 held ég. Hann var að fá mikla kritik fyrir það að láta veiða einhvern smáa fisk fyrir Norðurlandi, að vera ekki að grípa ekki inn í það. Og hann sagði það að það var alveg nauðsynlegt að halda við veiðunum og grísja stofninu jöfnum höndum eftir þörfum því að ef það væri sýnt að sambandið á milli vaxtar og stofnstærðar er þannig að ef að stofnin er stór þá vex hann lítið vegna þess að hann gengur nær í fæðunni sinni og honum fannst þetta allt í lagi sko og varði það með þessu og þeir voru í þessu gömlumvendinni síðan kemur það á dögum Jakobs að þá er það, kemur ofiðin inn og það er að friða smáfisk og eins og ég sagði einhvern tímann í grein að þetta sögðu tveir forstjórar Hafró sögðu þetta, sitt hvort bara annar getur haft rétt fyrir sér hvor er það? Svo sem að sagði þetta síðar því að samkvæmt því sem að hann sagði, það er eiginlega línan sem að Hafró hefur fyllt í áratugi. Já, þetta stjórnast líka, sko mér finnst það svona undirliggjandi stjórnun, eða þessi stjórnur er þegar að síldin hvarf á sín tíma, þá heldum við það hefur ofveitt síld sem að var sennilega ekki raunveruleikinn að því að menn vita það ekki og það er kannski til göfni eða það var ekki reynt að finna hvaða var sem að gerði það að síldin hvarf. Ég var nú í þessari síldaleit í 8 sumur og sá hann að færa sig frá Norðurlandi söður með Austfjörðum og fara svo út í 8 Jan Mayen og svo lengra og lengra og lengra. Og svo fór ég síðasta túrunum sem við fórum, 68, þá fórum við til Svalbarða. Þá var ég á Snæfugli sem var leigður í síldaleitina og strax svo við komum út úr Reyðarfirðinum eða svona niður á 100 metra, 200 metra dýpi í stefnu norðaustur, þá byrjaði að lóða á Kolmuna sem hafði komið þarna nokkrum árum áður og það lóðaði á Kolmuna þykk lóð alla leiðina til miðja vegu milli Jan Mayen og Svalbarða. Það bendir til þess að Kolmunin hann ýtti síldin í burt, hann afátt hana. Hann kom hérna inn í eins og engisbrettur og það var bara fóðlaust. Og ekkert fæði fyrir síldina? Nei, þetta og síðan sagði Þorsteinn mér hérna Þorsteinn Gíslason að hann hefði fundið síld 69 að verið kastað á torfið þarna einhvers staðar út á Nóri eða hérna í hafinu á milli og hún hefði verið alveg grindtorð svo lýsa það var ekkert ofveitt en hverfur hún ekki svona í einu kvelli hún var búin að færa sig frá Íslandi. En áfallið þegar síldin hvarf var svo mikið að það þú ert eiginlega að segja það vildi engin fiskifræðingur lendi því að það bera ábyrgð á því að þorskur myndi hverfa með sama hætti og það sé kannski ástæðan fyrir því að Hafrannsóknastofnun velur þessa leið sem að hljómar sem svona örugg lítil hætt á að við verðum dæmdir fyrir að vera þeir sem að letum þorskin hverfa. Já, sko ég man eftir því að við þurfum að fá sálfræðing til þess að greina það af hverju Hafrannsóknastofnun velur þessa leið. Já, ég sko var með Jakob allan tíman í þessari síldaleit og hann gjörbreyttist eftir þetta, hann var bara annar maður og því að hann hvatti til veiða og hann sagði líka að það kemur að því einhvern tíma að vera að setja kvóta á þessa síld og þá verðum við að hafa mikla aflareynslu og hann hvatti veiða hann sagði ef þú finnur ekki síldrengur þá setji stein hálsinn áður og kastaði fyrir borð. Það var sem sagt mjög mikið. Síðan hvarf síldin og þá er það áfall fyrir hann. Já, þá er þetta áfall fyrir hann, já. Og svo Suðurlandssíldin líka, seinna, og bara ein torf eftir segir hann þetta út að eldi að banka einhvers staðar í Fjandarum. Og hefði við ekki gripið inn í þá gjör eðst sem náttúrulega, sko, stenst ekki. Getur ekkert eitt fiskstofnum veiðum, það er ekki hægt. En þannig er þetta undriki og það er sama stefnan alltaf þannig að má segja sér svo að hérna það er óbreytt og það hefur orðið voðalega litla interess og ég nenni ekki einu svona að lesa sko í alvöru þessar skýrslur sem eru komið með
Það er bara ekkert Ekki búin að lesa þetta aftur og aftur, þetta ekki alltaf Nei, sama. ég gerði það áður, sko, Já. en nú er þetta bara alltaf sama, og alltaf sama, sömu skýringar og ég var að segja sama vitleysan. Ok, en Hafrannsóknastofnun var með ráðgjöf núna á föstudaginn. Já, Hver já. væri svona þín ráðgjöf? Til dæmis í þorski. Ég var ekki 220.000 tonn sem að þeir voru að Já, fyrir það fyrsta Hvað myndi Jón þá- Kristjánsson mæla með því? sko, fyrir það fyrsta þá má segja að þetta er kerfi, kvótakerfi sem að menn nota þannig að þeir telja sig geta ákvarða stærð fiskstofna. Og ef þeir eru búin að finna stærð fiskstofnins þá setjaður upp einhver reglu hvað megi veiða mikið úr honum. Sem og það er fjarstætt að þeir geti mælt fiskstofnin. Það er alveg útiloka mál. Og öðru lagi þá vita þeir ekkert, sko, hvernig á að veiða hann, hvað á að veiða, okkur á að friða smáfisk, okkur á að friða hrygningafisk. Það er mjög óljóst hvernig þeir vita ekki hvernig á að nýta stofnin. En það var áður fyrr var stofnin nýttur þannig það var allt tekið, alveg frá smáfiski upp í hrygningafisk. Við vorum hérna með 200.000 tonna vertíðar á hrygningaþorski. Það er engin áhrif á nýliðunina, hún var betri þá heldur en núna. Og smáfiskar veiðin sem að Bretar stunduðu, aðtjóðu það að kringum 65 þá eru helmingurinn af afla þeirra undir lágmarksstærðinni í dag, í tölutalið. Þá myndi ykkur segja þá vil ég bara gera þá myndi ykkur annað. segja, en er það ráðlegt að vera að veiða fiski þegar hann er svona lítil, er ekki betra að geyma hann í sjónum svona fytni og veiða hann þegar hann er stór og sterkur? Nei, það er öll reynsla segir okkur það verður að veiða alveg niður úr tertunni, það þýðir ekki að skera. En okkur við ekki að því? Já, okkur eru að halda þessari stefnu í 40 ár, ég veit það ekki. Þeir vilja ekki hlusta á aðra. Og hvernig myndi ég ákveða kvótan? Ég myndi ekki vilja hafa neitt kvóta. Ef að sóknin er ómikil, þá minnkar sóknina, en ekki aflan. Á dagakerfi? Já, það hefur gefist mjög vel í Færi. Mjög vel. En þeir hættu við það, ekki? Nei, þeir hættu alls ekki við það. Þeir eru með það ennþá í botnfiski. En þeir eru hins vegar fiskifræðingar voru mjög á móti þessu vegna þess að þetta kerfi sýndi fram á það að ráðgjöfin þeirra var alltaf röng. Og þegar ég fengið hann til Færeyja 2001 að þá var skipunum 36% niðurskurð í þorski og ýsu. Minnkun sóknardagum 36%. Og eftir mikla vangaveldi, ég fór nú að skoða þetta mál, þá vildi ég ekki láta skera niður. Ég þorði nú ekki að taka djúpt í árun. Ég sagði við ráðherrann ekki breyta þessu. Haltu bara þessu striki. Og hann gerði það. Þýddi það að það veittist sko helmingi meira heldur en þeir höfðu spáð fyrir. Og uppsaflinn var komin upp í alveg hæstu hæðir líka. Og þetta gekk í 2 ár, síðan kemur nýr ráðherra og hann fór að minnka dagafjöldanum 5%. Nú og þá trúðu þeir sínum mönnum, þá var náttúrulega talað illa með ég hefði ekki vita á þessu, það var sagt það. En 3. ári sem ég þannig að þá var ráðleiki aukningu vegna þess að fiskurinn var að horast. Ég sá að hann var grindhoraður og þá náttúrulega ekkit annað svar heldur en veiða meira og það var ekki gert. Síðan taka þeir, þá segir þeir þarna, á þessum tíma þá segir þeir, þarna sjáu þið, hann lét veiða allt of mikið. Nú stofnin að minnka að því hann lét veiða of mikið. Það var alveg öfugt. Og síðan hafa þeir verið að fara eftir en þeir eru búin að minnka dagafjöldunum meir en helming. Og þá minnkar aflinn? Já, skipastóllin er minnkað líka og friðunin er þannig að 70% af miðunum þeirra friðaðir meira og minna allt árið. Til verndar. Og þeir eru enn í þessu. Þegar að þeir gátu ekki komið á kvótakerfinu þá fóru þeir í hina leiðina, fiskifræðingarnir, og þeir ógnuðu mannum og létu þá draga saman aflann. Þannig stendur þetta í dag og þeir eru tvisasinnum búin að missa af mjög stórum göngum af þorski, af því hann kom sem smáfiskur og veitist í öllu fjörðum og þeir voru að spara hann, og svo hvarf hann. En hvað gerist þá ef að kemur ganga og þú veiðir ekki gönguna? Hvað gerist þá í hafinu? Ef hún er mjög stór, þá étur hann sig út á gattinu og deyr. Og þú lendir í vandræðum bara næstu árin?
Já, svo kemur þetta í sveiflum, þetta er bara svona í náttúrunni. Ok, þú myndir ekki koma með veiðiráðgjöf upp á tonn, heldur upp á daga, en hvað heldur að yrði, nú verður örugglega veitt 220.000 tonn af þorski á næsta fiskveiðiári, hvað heldur að yrði veitt ef að yrði farið að ráðgjöf Jóns Kristjánssonar? Það er eftir hvað gefum marga daga, en það þarf að veiða meira. Við veittum í áratugum saman 400-500.000 tonn og fyrir kvótakerfi og veittum við 480.000 tonn árið 1981. Og gætu við farið þangað? Já. Helmingi meiri þorskveiði? Já, sjálfsögðu. Svo erum við að lendi því núna og við sjáum það, ég er ekki að fara með neitt, það þýr ekki að vera með neitt draumóra í þessu. Ég veit að þessu verður ekki breytt, af því það eru aðrir sem ráða. Og ræður ekki þjóðin ef að Jón segir að við getum veitt helmingi fleiri, þjóðin hlustar, tvöfalt fleiri þorska, heldur að þjóðin vilji það ekki? Jú, en hún þorir ekki, það er allt, þetta er allt og glannalegt, segja menn alltaf. Þú er búin að halda þessu fram í 40 ár? Já. Og það hefur ekkert gerst sem sýnir það að hafi verið árangur af þessu kerfi sem hann var. Nei. Og í viðbót kemur það ekki bara minni afli, heldur landsbyggðin í sárum. Síðan er komið núna, er komið upp kannski annað. Og það er það að sjómenn það er svo mikill fiskur á miðunum að menn eru alveg enga stund að klára allt með þessi að færabátarnir að klára skammtinn sinn hádegi, Þetta held ég að sjómenn hafi orðið fyrir hálfgerðu sjokki á föstudaginn því að margir þeirra sem ég talaði við, reiknu með að nú yrði stórfelld aukning í veiðiráðgjöfinni. Já. Vegna þess að það veri bara allir firðir fullir af fiski. En síðan kemur ráðgjöfin og þá er það eiginlega bara óbreytt í þorski. Þá er óbreytt. Og það sem að gaf mönnum vonir er það að árabil þá hefur verið landburður af þorski, stórþorski núna vestanlands og út allt. Sem að kannski var ekki áður og sjómenn vilja halda því fram að þetta sé grænlandsþorskur og þá kom spurning frá einum þá er hann utan jöfnunar að sjálfsögðu en taka þeir ekki tilliti til þess Nei. Í Hafrannsóknastofnun að þannig er komin innflytjendur þeir neita því Já þarna spurði skipstjóra því, hann sagði við verðum varið við fisk þarna út á milli Íslands og Grænlands og hann kemur í desember og hann gengur suður með fjörðum og allt þetta og þetta, menn vil ég meina að þetta sé grænlendingur og því var nú ekkit svarað öðruvísi en það að við erum nú að rannsaka þetta, við erum með DNA rannsóknir og til þess að sjá þetta þá greip ég orðið og sagði ég hef þetta líka eftir einum mesta skipstjóra sem verið þarna skipstjóran á Guðmundinesi sem þarna á svæðinu eða Gráluð og hann segir mér það ár eftir ár þá gerist þetta sama í desember fyrir að koma fiskur og hann að veiða niður á 400 föðmum miklu dýpi og hann með stein í maganum, hann með grjót í maganum alveg svo Færeyingar sjá þegar fiskurinn kom frá Íslandi hann að þyngja sig til að ná niður í fæðina hann tekur ballest til þess að komast neðar væntanlega síðan segir hann að hann gangi inn á Vestfjarðamiðin og svo í Breiðafjörð og lengra svo sér hann aftur í maí þegar hann er á leiðinni heim og hann búinn að tilkynna þeim þetta og það var í mörg ár og hann með sér búinn að senda þeim sýni og ég spurði fórstjórana því að hann búið að senda ykkur sýni í mörg ár og hann hefur aldrei fengið svar engin viðbröð þessu og þá kom nú spurningin það hvenær var ég búið að leysa þetta leysa úr þessum DNA sínu og þá kom það svar að það tæki nú langan tíma þetta var erfitt verk og svona þá spurði ég fórstjóran því, það eru til aðrar aðferði til þess að skera úr þessu. Og það er árið 1943 sem að skoti sem að heiti Thomson vann í Nýfundnalandi og greindi þorskin við Nýfundnaland í 9 undirstofna. Kannski ekki stofna en fjölskyldur eða grúppur eða hópa. Og hann gerði það með því að athuga vöxtin á fyrsta ári.
hann sagði sér svo að fyrsta árið á köldusvæðinum þá vex hann hægar og á hlýrri svæðin þá vex hann miklu hraðar. Þú getur lesið þetta úr bara beinunum eins og ekki. Já, þú lesið þetta úr hristrinu vegna þess að þegar að fiskurinn vex þá leggur hann niður eina plötu hristri, svo þegar hann stækkar þá kemur önnur plata stærri undir og svo önnur undir já, eins og árhringir og svo kemur veturinn og þá verður styttra á milli þá sérðu, þarna kemur fyrsti vetur og hann að sjá það að breytileikin frá kannski 7 plötum á köldusvæðunum upp í 20 á hinum og með því að lesa, það mjög auðvelt að lesa þorskhrystur og með því að bakreikna það þá getur við séð vaxtarferilinn og ég búin að rannsaka En hefur ekki skipstjórinn á Guðmundur Nesi látið þið fá hristur til þess að Nei, þetta var eiginlega fyrir þann tíma svo hef ég ekkert kannski fyrir þannig að standi í því ég get nú fengið þetta hristur bara hérna í Faxaflóðunum ég var hérna á netabát og skoðaði þennan fisk en ég var ekki að skoða hristrið ég ætla ekki að fara það langt en ég hef búin að rannsaka þorsk víða við Ísland og við í Eystrasalti, Norðursjó, Írlandi og allt þetta og ég aldursgreina hann alltaf á hristri af því það miklu fljótlegra og auðveldara en það háð þeim annmarka ef hann hættir að vaxa þá hættir að koma hringir þannig að það sem hún sérðir hristri lágmarksaldur ef hann til dæmis 8 ára og hættir að vaksa 8 ára þá getur hann verið 12 ára og sérð en þú sérð ekki 8 hringi en þú sérð munstrið eða hvernig vaxtar ferillin hann fer að hægja á sér og svo stoppar hann Hvað getur þetta skipt miklu máli? Hvað væri stór hluti af þorsknum sem núna á Íslandsmiðum sem þá grænlandsþorskur? Það gæti verið 100.000 tonna Þannig að það gerir eiginlega glórulaust að koma með veiðir á gjöf og horfa bara á íslenska stofninn. Já, ég skal fara aðeins yfir þetta því að áður fyrr þá kom hér grænlandsþorskur og það merkingar sýndu það og í þessari bók frá 1943 sem Thomson skrifaði þá fer hann mjög vel yfir alla merkingar við Grænland, Nýfundnaland, Færeyjar, Noreg og allt, heila businessið alveg fram að stríði og það það besta sem ég hef séð skrifað þetta en það eins og nútímaðurinn hafa aldrei séð þetta en hvað það að hann hann notar þetta til þess að aðgreina þessa stofna og segir frá aðferðinni í þessu og ég að sjá mismundi vaxtarferla í þorski til dæmis í Arnarfirði eða í Tálknarfirði það mismundi vaxtarhraði þannig að þú getur með því að rekna út vaxtarferilinn þá getur þú sé mismun á milli hópa og ef þú myndir nú búa til vaxtarlínuritt fyrir þorsk sem nú heldur að sé komið frá Grænlandi eða hvar sem hann kemur þá eiga þeir að skilja sig að frá þessum íslenska en það hefur ekki verið gert en áður fyrr þegar kom grænlandsfiskur hér og þeir viðurkenndu þegar spáin þeirra klikkaði þessu veiðiði 350.000 tonn og það veitist 450 já þá segðu þeir það því að kom grænlandsþorskur það var afsakað með því núna vilja þeir ekkit kannast við þetta Það var nú talað svona grænlandsgöngur þegar ég var á sjó fyrir mjög löngu síðan og þá töldum við sér geta þekktan, hann var í svona aðeins afturmjóri, aðeins dekkri, það var svona eldri menn sem að þóttust geta þekkt. Það ennþá þannig, en þeir vilja ekki viðurkenna þetta, enda kannski bæði, myndi það sína sér þá ráðgjöfin vitlaus vegna þess að inni henni grænlandsþorskur sem dregur úr veiðum á þeim íslenska. Þú ert komið með aðra svona sálfræðigreiningu sem svo að með tölvunum og aukinni reiknigetu að þá hafi fiskifræðingarnir hætt að sjá líffræði þekkinguna og eiginlega litteratúrin sem var til áður. Heldur bara lagt allt traust sitt á reiknigetuna. Já. Og módelin sem voru að smíða með og þeir eru hættir að sjá raunveruleikann fyrir módelinu. Já, og þessi fasta dánatala 20% á ári sem búin að nota í öll þessi ár fyrir allar aldursflokka og alla fiska, hún stenst ekki, hún náttúrulega breytileg, ég búin að sýna fram á það og hún var ákveðin að Jóni Jónssoni hér einu sinni með aðferðin sem eru mjög afasamar. En hún alltaf notuð enn kritisk laust, þó að menn sjáu það að fiskur hrynji niður kannski á hans hann hafi verið veiddur. En svo líka annað í þessu grænlands, það tvennt. Það það að
ráðgjöfin, það kemur í ljós að sko, býtu við, hvað erum við að ráðgjöfa ef við verum með 2 stofna og svo annað. Hvað segja grænlendingar ef við fyrir að segja að hér er allt fullt af grænlendingi? Vil ég ekki fá veiðiheimildir hér? Gæti verið. Það séu pólitískir hagsmunir þannig að baka. Já, það er hugsanlegt. En þetta eru gríðarlegir hagsmunir, svona tvöföldun á þorskaflanum, þetta eru tugir, það bara slæri yfir 100 milljarða. Já. Þannig að það eru gríðarlegir hagsmunir sem að liggja undir þessari veiðiráðgjöf og þessum aðferðum sem eru notaðar, sem er eiginlega aldrei redda lengur. Nei. En hins vegar heyrir maður alltaf svona stjórnmálafólki og fleira, jafnvel þeir eru að ræða um neikvæðar afleiðingar kvótakerfisins, að þá byrjar fólk yfir þetta á því að segja, en ég er náttúrulega styð fiskvendunarkerfið, sem er eiginlega ráðgjöf Hafró. Já. Áður en menn fara að deila það hvernig ég að deila arðinum á auðlindinni, að þá er eins og allir þurfa að gangast við því að viðurkenna veiðiráðgjöf Hafró. Já, það gerir það. Sko núna til dæmis var skipuð þessi stóra nefnd, Svandi skipaði stóra nefnd. Þú fyrst að hitta hana, þú komst til mín og sagði mig frá því þegar þú fórst og hittir hann og fyrst að tala í 20 mínútur. Já, ég gerði það, ég var það, búin að því. Já. En sko svo... Hafði það áhrif á nefndina, heldur þú? Síðan hef ég ekki fengið neinn viðbröð. Svoleiðis ég skrifaði formanni þessa hóps bréf og með afriti til ráðherra, náttúrulega. Það sem ég er að segja að ég var að fara yfir plögg sem nýbúin að senda út og þá er hvergi minnst á það sem að ég var að flytja í erindunum mínu að fiskveiðistefna var í röng. Svo munar alveg rosalega miklu. Og árangurslýs í Londonum í kringum okkar er það sem sama er gert. Byggja upp fiskstofna með aflasamrætti, það er ekki hægt. Og það er enginn haft samband, segi ég við hana hérna. Mér finnst það ótrúlegt að þessi gagnrýni skuli vera sópað undir teppið. Já, miðað við hvað hagsmunir eru gríðarlegir eins og ég er að benda á hérna, þetta séu kannski 150 milljarðar. Já, það voru tekin 480.000 tonn 82, en núna síðan 200, það er helmingur, er minn en helmingur. Og það er til umhugsunar, aðferðafræði þessi á að vera til umhugsunar. Þegar þetta er svona ljóst, það er bara statistikki segir okkur það, að þar sem þessu er beitt, þá minnkar afli allstar. Og því er alltaf, ofviðin er alltaf kennt um. En ég fekk það svar frá formannu strax að þakka mér nú fyrir þetta. Sko, hvað sá hún? Hún sagði að það er gott að fá punta fram sem aðilum finnst vanta. Ég svaraði nú með því að þetta væri engir puntar. Þetta myndi þýða byltingu á hugsunarhætti og vinnubröðum. Og ég veit ekki hvað kemur út af því. En það er ólíklegt að koma mikið út úr því. Ég hugsa það. Það er bara búið ákveðið einhvers staðar og það er eina sem er að hafa ákveðið þessari nefnd er það skuli vera kvótakerfi og það sem það þarf að gera fyrir Hafró þarf að veita það meiri peninga. Og engin umræða þetta? Engin umræða. Milli okkar hérna? Já, milli okkar og fleiri. Það er nú fleiri menn í þessu, það er fullt af mönnum sem er að gagnrýna. Það er ekki hlusta á. Þú sér þetta ekki í fjölmiðlum að neina ráði? Nei, Sveinbjörn skrifa greinar stundum og Artúr og fleiri góða menn. En að sé rættu þetta í alvöru, maður orðin að sé þreyttur á því að maður skuli vera álitun einhver sérvitringur. Þetta er nú bara okkar líffræði sem við erum búin að læra og það varð skilnaður á milli ferskvatnsstefnunar og Hafró í Noregi, í Bergen, það var bara reist múr á milli, talast ekki við. Þú ert ferskvatnsmegin? Já. Þú ert alinn upp sem fiskifræðingur í vötnum. Já. Meðal annars í Noregi, ekki? Jú. Það er núna var ekki verið að ræða það að draga úr bleikjuveiði á Íslandi? Jú. Hvernig lístur það? Það er bara ótrúlegt að menn skuli ennþá vera þarna, sko. Það er sagt að bleikjan sé að hafi farið mjög aftur og sé að skreppa saman stofnarnir í síðustu ár og helsta skýringin á því sé hlýnun loftslags. En eftir það ekki almennt að vera meiri matur í hlýnun? Jú, við skulum aðeins fara í þetta byttu og eina ráðið til þess að bregðast við því ef að náttúra væri svona þá er þeim við að taka minna til okkur og það er því sem þetta draga úr veiði. Og það er svolítið gaman að því að þetta er nú í Eyjafirði sem menn hafa vælt mest. Sko, í Eyjafirði var bleikjuveiði stundu þannig að það var dregið á Eyjafirðará og fleiri ár og veitt til matar.
það voru flestir bændur út með Eyjafirði með silunganeti sjó og þeir veitu mjög mikið. Já, mikið, þeir stunduðu sína veiði alltaf og það var ekkert láta á því. Svo koma stanguði menn til sögunar og þá vilja þeir náttúrulega hætta þessu netaveiðum og svona. Og það hefur smámsáðan verið að þrengja að því. Og núna eru mjög fáir og nú vilja þeir banna spúnaveiðar eða veiðar á pollirum á bátum og banna alveg fisk, veiðar í net, bleikjuveiðar í net og sleppa öllum bleikjum inn í Eyjafjarðará. Það má ég giska. Þú ætlar að segja að vandamálið sé ekki að það sé of mikið veitt, þetta sé of lítið veitt. Já. Já, sko, þetta svolítið skrítið að sko, þeir setja á veiðasleppa í Eyjafjarðará, þá náttúrulega minnkaði aflinn og aðalega vegna þess að menn fór ekki að nenni ekki að fara að veiða þeir þurfa að sleppa öll aftur. Menn voru að veiða sér til matar, stákveiðmenn. Þar með minnkaði veiðitölunar og svo framvegis. Síðan sögðu þeir það þeir að friða þetta vegna þess að sko að þetta bara gengi ekki lengur. En þá komum mótur og heyrðu, það var veitt hérna frá öllum bæjum með netum og þá var allt í lagi. Já, það er nefnilega vegna þess að þá var stofnin miklu sterkari og þá kemur spurning, af hverju var hann sterkari? Og þetta er eiginlega sömu lögmónin, þetta er sama þrætan. Já, ég er búin að sjá í sama firði. Þar var hætt að draga á og hinnir vildi ekki flýða því að fara að koma upp stanguði, voru alltaf að veið og dróa á og ég spurði, var ekki meira afli hjá þeim? Jú. Herðu, að þið er búin að standa í þessu svo lengi og búin að heyra öll rökin á móti og ertu örugglega að velta þig fyrir þessu, hvernig stendur á því að við sem þjóð erum að neita okkur það að veiða þorsk, veiðum bara kannski helmingina því sem við gætum. Og við erum að skaða hagsmuni okkar. Hvað er það sem að veldur því að við sem hópur getum tekið svona ákvarðanir sem eru gegn okkar hagsmunum? 80% þjóðar er samkvæmt skoðanakönnunum er á móti kvótakerfinu. Þannig að 80% þjóðarinnar er svolítið saman á þér? Eða hefur upplifað ágalla kvótakerfisins? Já, ágalla þess og En þeir sem taka ákvarðanir er ekki í þessum 80%, þeir eru í 20%. Já, og gæta því líka að sko þetta kemur, það er margt sem spinnst þessu kvótakerfi, það er, má segja, einokun og þeir eiga sko togarana, þeir eiga vinnslulínunar, þeir eiga flutningslínunar, alveg fram í neytandan í útlöndum, þeir eiga fyrirtæki í erlendi sem kaupa fiskinn. Þeir eiga mokkan? Þeir eiga mokkan? Já, það er nú allt í leið. En þeir eiga líka sölufyrirtækin sem þeir selja fiskinn á 100 kall kílóið og selja hann út úr þeirri vest með 120 og þessar 20 krónur kom ekki hingað. Þær fara bara einhvað annað og þeir eru í svo vandræðum með peningana sína að þeir verða að kaupa upp all fyrirtæki landsins. Þannig að þetta myndi gjörbreyta til dæmis gjaldeyrisskilum og öðru. Ef að aðrir fengja veiða í sóknardagakerfi þá eru þeir ekki lengur einokandi. Það er meira sér þannig að ef þú ætlar að selja fisk úr landi sem einhver utan að komandi aðili, við farum að selja fisk, þá getur þú hvergi keypt hann. Vegna þess að þú kemur til einhvers lítils framleiðanda og vilt kaupa hann 10 tonna ísu, þar sem ég get ekki selt þér vegna þess að þá hættir gummi hérna útgera maður að kaupa mér. Þeim er haldið. Það er búin að loka þessu kerfi bara. Já, og svo var einhvað allir sem að seldi ekki til sölumiðstöðunar, þeir voru settir út á gattin hérna í gamla daga sko. Það var bara einokun og það er það sem að gildir núna og þess vegna er þessu kerfi viðhaldið og þeir eru bara ánaðir með það að fá ekki meiri afla. Þá átt að segja að meirihluti þjóðarinnar, þjóðin í heild, hún tapar á þessu systemi. Það eru örfáir sem að græða á þessu systemi. Já. Og þess vegna er það í gangi. Já, og þeir stjórna pólitíkinni. Eða svo segir sagan. Svo að maður sé ábyrgur orða sinna. Herðu Jón, takk fyrir að koma og hjálpa okkur að skilja ráðgjöf Hafró. Já. Alltaf gamla spjalla við. Já.